Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu í umræðu óvissuna sem að nú eiginlega enn meiri óvissa í heimsmálunum heldur en svona alla jafna og ég heiti Oddný Eir. Til minni komin góðu gestur, það Guðrún Jonsen sem hagfræðingur og deildarforseti viðskiptadeildar Háskólans á Bifröst og það muna nú margir eftir svona frá umræðunni eftir hrun og svona þegar að krísu ástand myndast að þá er það ekki eiginlega eins og sjá ákveðin svona þegnskylda hjá hagfræðingum sérstaklega að koma og skýra málin út, þessar flækjur í alþjóðamálunum. Jú, ég held að það sé bara þakkaði fyrir þessa spurningu því að það eiginlega bara gott að hafa hana svona í forgrunni þegar maður þar finnur sig knúin til þess að einmitt að koma og reyna að sýna reyna að brjóta niður þessa flóknu mynd og þetta efnahagsmálin eru ekki einföld og ekkert öllum, við lærum þau ekki öll og við vitum ekki heldur allt við hagfræðingar en jú, það eiginlega svolítið, mann rennir blóðu til skyldunar þegar stóru hluti gerast. Viðskiptafræðingarnir eru í því að finna tækjafærin og við hagfræðingarnir eru í því að segja frá ógnum og áhættu. Já, og eiginlega svona reyna að leysa vanda þegar viðskiptafræðingarnir hafa klúðrað málunum, ég segi svona, og þá koma hagfræðingarnir að reyna finna einhverja lausn út úr vandanum, en sko, núna er það rétt svona að hugsa hjá mér að til dæmis eins og mannréttindi og hagfræði séu óvenju til dæmis samofin í svona óvissu tíma, það að segja manni finnst eins og hagfræðin get ekki lyft sér að vera bara einmitt heldur útreikningur og nálægt viðskiptafræðin heldur opnist einhvern veginn hagfræðin að öllum hinum sviðunum svona þegar svona mikil óvissa. Já, vá, þú kemur bara stóra spurningu strax. Já. Sko, hagfræðin eru þetta skona, vilja sumir segja hinn döpru vísindi, sko, og á erfitt með að sýna fram á orsakasamhengi einatt og ætíð. Það getur verið mjög erfitt af því að við erum auðvitað að eiga við, sko, allt þýðið þjóðir og lönd og þar og í forgrunni hefur hagfræðin líka það verkefni að vísa veginn fram til betri lífskjara almennt og það okkar verkefni. Passa að reyna að benda á hvað stjórnmálamenn geta gert til þess að koma í veg fyrir það til dæmis að vinnuafl hafi nægilega mikið að gera og að fyrirtæki geti sinni framleiðslu með arðbærum og sjálfbærum hætti. Kannski nýlega sem við erum farin að takast á við þá spurningu og svo spurð þú mannréttindin já, það auðvitað að samofið frjálsum viðskiptum og að ná fram hvað að segja sko góðri dreifingu eða nýtingu á vinnuafli og fjármagni og það það sem í rauninni algjörlega í forgrunni. Nú ef að einhver er hlekkjaður í varðhald eða hlekkjaður í þrælahald þá eru athafnir, svigrúm til athafna auðvitað takmarkað og það er ekki besta staðan samkvæmt líkunum, alls ekki. Já, því núna náttúrulega tími sko sem kallast ólígarkana eða svona auðmanna eða hvað kallast eiginlega á íslensku ólígarkar, það eru bara einhverjur auðrísar og þá kannski má segja auðræðismenn eða hvað ég segja. Auðræðismenn, já. Já, mér dættu það í hug bara hér. Þá kannski stundum hugsa maður sér að það hægt að hugsa sér hagvöxt til dæmis án mannréttinda eða þannig að þess vegna. Já, en sko hann kannski ekki endilega sjálfbær en fyrst að þú talar þetta þá finnst mér eiginlega sko við geta bara byrjað á sögunni svolítið sko því að við höfum hagfræðingar hafa stúderað þrælahald og hvaða áhrif það hefur á framleiðslu og vinnuafli sjálft. Margir telja að sko þrælahald til dæmis Bandaríkjamanna á plantegrum í Suðurríkjónum hafi í rauninni leitt til þess að þrælarnir voru orðnir kostnaðarsamari heldur en ábatinn sem þeir skiluðu af sér í gegnum vinnuafl sitt því að þeir voru nauðugir í vinnu og svo hafði fólk náttúrulega bara hefur sínar vonir og þrár og eignast börn og svo framvegis og undir slíkum kringumstæðum ekki hægt að vænta þess að fólk framleiði eða sinni þeirri skyldu af mikilli elju
eins náttúrulega bara varandi þróunaríki að þá erum við líka svolítið að stóla á meðal annars læknisfræðina til þess að aðstoða okkur við að koma fólki fram, halda því heilbrigðu og koma því fram úr rúminu og þá kemur það inn á bara sálfræði og hérna þetta þannig að allar fræðigreinar eru samofnar og við erum þetta saga mannkins í fræðilegi hlutin náttúrulega ekki voðalega langur en alltaf svo heillandi og gaman að pæla í því hvernig fræðigreinina tala saman. Sannarlega og mannréttindi en svo aftur líka viðskiptafrelsi og viðskiptaréttur og kröfuréttur núna eitthvað sem við tökum svona sem sjálfsögðum hluta á ákveðnu leyti og það forsenda þess að viðskipti geta átt sér stað að kröfuréttur sé virtur. Og svo aftur á móti er hérna lífskjörin þau hvort sem okkur líka betur að þau eru háð því að við nýtum vinnuafl og fjármagn með besta móti og í því felst að við nýtum þá hlutaslega yfirburði hvors annars í þá allra heildarinnar og alþjóða viðskiptin þau eru hugstuð þannig að þau þarna ríður á að hver og einn nýti sína sérhæfni og sína krafta sem er einstök gagnvart löndþjóðum eða mönnum eða fólki. Í okkar tilfelli hér á Íslandi þá búið við náttúrulega við mikla orku. Við höfum skipt henni í viðskiptum, við flytjum inn rávöru og breytum henni í svona betur unna vöru, álið sem hefur komið sér vel fyrir Íslendinga varðandi að innkaupa öðrum vörum og svo má ekki gleyma því að þannig við flytjum út ál og við flytjum út fisk, við flytjum hins vegar inn kaffi og banana, eitthvað sem við getum ekki framleitt sjálf með góða móti. Svo kallar nýlendu vöru. Já, akkurat, nýlendu vörunar, nákvæmlega. Og svo þurfum við með ekki heldur gleyma ábatanum að þessum alþjóðlegu viðskiptum því að leið og einhver vara sem að einhver aðili þarf á að halda ekki til staðar á markaði að þá hverfur svo kallar neytendaábati af markaði og þá einhver skortur sem að situr eftir. Og mér finnst nú alltaf gaman að rifja upp söguna sem hann sagði okkur prófessor í hagfræði Guðmundur Magnússon í gamla daga þegar við vorum í hagfræðadeildinni í HÍ. Hann kom einn daginn með Morgunblaðið og var að benda okkur á viðtal við gamlan bónda. Einhverstað á Norðurlandi, ég man ekki hvar það var en bóndinn var komin þetta yfir 1996, 7, eitthvað svo leiðis þegar ég var í deildinni og þá var þessi maður nýrætt, þannig að hann hefur fæðst bara upp úr aldamótunum þar síðustu og hann spurður af blaðamanninum, já, hvað telurðu að hafi orðið mestu lífskjara bæturnar á þinni lífsævi? Og hans svar var, já, það var þegar þeir byrjuðu að flytja inn stígvélin, gúmmístígvélin. Það munar svo mikið það. Þá gat maður labbað bara þurrum fótum á milli bæja og smalað á þess að þurfa að takast á við kulda og vosbúð. Þannig að það neytendaábati. En núna við þetta módel sem þú ert að lýsa, það bara enn í gildi þegar í aðstæðunum sem bara eru núna í gangi eða í okkar á þessu tímum? Heldur betur. Við höfum þetta eftir stríðsárin stríðsárin í Evrópu, seinni heimsstyrjöldina, þá áttuðu menn og náttúrulega sagan svo merkileg og gaman að fara ofan í hana. En við vorum með svona óheft alþjóðavæðingu undir lok þar síðustu aldar og upp af þessar síðustu aldar. Og það varð mikill ójöfnur sem að leiddi til átaka og í rauninni eins og við sjáum þetta fjármálafræðingar og hagfræðingar að átökin voru sem sagt afleiðing af ójöfnuði manna á milli og svo gerist það að menn átta sig á því og þetta nýlendur ríkin hvernig þau sölsuðu undir sig lönd annarra og vinnuafl og neftu fólki þrælahald og þrældóm og það allt saman sagan á undan
En eftir seinni heimsstyrjöldina þá átta menn sér á því að bæði þeir þarf að tempra valdið, valdhafar þurfa að sækja umboð, ítrekað og aftur og þeir átta sér líka á því sko að auðlegð þjóðana, hún ekki háð landvinningum. Heldur hverju? Geturinn til þess að eiga í viðskiptum á grunni þessara sérhæfðu yfirburða og að bara í gegnum frjálsviðskipti geta menn búið til betri lífskjör fyrir almenning. Við hins vegar sko, svo blandast þetta inn í þetta núna svo vindur sagan fram og við höfum farið mjög, gengið mjög hart í að halda úti alþjóðaviðskiptum og stjórnmálamenn hafa ekki gætt sín á því varðandi hvernig samþjóðsbjörn auðsins hefur átt sér stað, hvernig menntun hefur dreifst, hún jável gengur í erfir í Bandaríkjunum, það er svona legacy student sem að fara inn í góðu skóluna núna, sem hefur auðvitað afleiðingar á gæðum háskólanáms, gæðum vísindana, rannsókna, því að sko áhættu prófíl þeirra sem eru búa í öryggi og eiga ríka foreldra allt annar heldur en þeirra sem eiga foreldra sem ekki geta séð fyrir þeim. Þannig að hvatinn til þess að fara og leggja á sig sko áhættu samt nám eða saman rannsóknir til lengri tíma sem óvissa hvernig muni ganga fyrir sig, hvort þau muni heppnast. Það ekki til staðar hjá þeim sem eru ríkir. Þannig að leið og við erum búin að svona sko krukka í þessu háskóla og vísindasamfélagi og sveigja það í áttina þeim sem eru eiga meira, að þá erum við að grafa undan sko lífskjörum framtíðarinnar og þessari framleiðni aukningu og sko getu þekkingarsamfélagsins til þess að búa til og nýta fjármagn og vinnuafl með sem bestum hætti með að við þar aðstæða sem liggja fyrir og vil ég bara bæta við svo ég haldi nú fyrirlestrinum áfram að sko þannig að við hefum gengið of langt, við hefum ekki gætt okkur að því að það þarf að endurdreifa auðnum í gegnum skattlagningu og passa að þetta gerist ekki varðandi við þurfum að sækja stúdentana sem eru bestir, ekki þeir sem eiga mesta peninga. Og eins í náttúrulega fyrirtækjarekstri, það þeir sem erfa, þeir hæða sér öðru sér heldur en þeir sem að vinna upp og búið til ný fyrirtæki, hafa aðra hvata. En nýsköpunin sem þú ert að tala sem að dettur ykkur stöður þarna út úr háskólanum eiginlega. Já, þessi tilrauna mennska raunverulega að búa til þekkingu eða skapa þekkingu með tilraunum og svo leiðis og í samvinnu og þessi svona draumur að síðustu ára líka þverfaglega samræði milli greina og svoleiðis sem skapin búið til einhvers konar verði aðeins nýsköpun. Hún orðin meira og minna þá bara slitin frá háskólasamfélaginu og háskólanum og komin yfir í þessi stórfyrirtæki og meira og minna þessi tækniframleiðsluna og hergagnaðinaði jafnvel. Þetta snýst voða lítið þróun og betri stígvélum eða svoleiðis fyrir bóndan. Já, þetta snýst alltaf sko það að á hverjum tíma að koma því þannig fyrir að við þurfum ekki jafn mikið af sko aðföngum til þess að framleiða sömu gæði og ég á erfitt með að svara því eiginlega hvort að nýsköpun ég held að það sé algjörlega ekki þannig að nýsköpun hafi slitið frá háskólasamfélaginu. Það er bara háskólinn sem heldur út í grunnrannsóknum og það kunni að vera einhverja hagnýta rannsóknir sem eiga sér stað innan fyrirtækja og slíkt. Og menn skildi fara varlega í það að sko styðja sérstaklega og stór fyrirtæki sko þannig heil fyrir aðeigrein það hvernig sko fyrirtæki að ráðstafa fjármagnu sínu í þróun rannsóknir. Það fer líka eftir hvernig samkeppnis umhverfið í hverju markaði. En ég vil halda í vonina að háskólarnir séu áfram að jável þó að undan þeim sé grafi bara núna í Bandaríkjunum eins og við erum að horfa á fréttir þaðan en svo ég klári nú bara þennan punkt varandi sko alþjóða viðskiptin og að ójöfnun hafi fengið að sko safnast upp að þá hefur líka náð að safnast upp sko eða viðskiptin hafa ekki tekið tillit til og ekki, hvað ég segja, integrerað allan kostnað af framleiðslu vörunar. Það að segja umhverfiskostnað
og hann situr bara hjá komandi kynslóðum og við þurfum auðvitað að hérna, með alvarlegum hætti að taka á því. Og ég verð samfélagslegan kostnað kannski. Jesús minn, já, og samfélagslega kostnað og hvernig við komum fram við vinnuafl og allan þann þátt. En sem sagt, þarna erum við búin að fá takk fyrir smá sögu, það er alþjóða, það er látið af landvinningum og byrjaður að hugsa alþjóða viðskipti, síðan staða núna svo að það eiginlega komið aftur að landvinningatímanum virðist vera. Hvernig eiginlega leggst þetta í þig, þú veist, þessi trumpismi og bara þessi stríðs átakatími núna í heiminum svona, hvernig horfir þetta við þér og þessar aðgerðir eiginlega Bandaríkjanna með tollana og bara og einmitt auðlinda ásöknina og hvernig passar þetta inn í hvernig kemur þetta inn í sögubókina? Já, ég sko sem manneskja er þetta mjög aukandi yfir þróuninni og líður ekki vel að horfa á fréttirnar þessa dagana og reynir ég að takmarka aðgang minn að fjölmiðlum, ég vil bara viðurkenna það. En sem hagfræðingur þá vil ég vera sko bjartsýn í rauninni þrátt fyrir þessu stöðu og hvers vegna, ég hef bara meira trú á skuldabréfamarkuðum heldur en margur og þeirra afl til þess að ákvarða útkomu í deilum. Sko, hvar hefur við að byrja efnastefna Trumps hvers ég ætlaði nú ekki að nefna hvers nafna ég ætlaði ekki að nefna en Bandaríkjaforseta núverandi hann virðist hafa þá svona heimsmynd að til þess að hlutirnir gangi nú vel fyrir sig að þá þurfi sá aflsterki og auði að hafa fullkomið vald og hann sér fyrir sig 3 blokkir í heiminum eins og stendur, Rússland, Kína og svo Bandaríkin og að afl þeirra sé og vald ákvörðist á landsvæðum sem þeir hafa unnið eða sölsað undir sig og þetta í kringum að þess að ég vil fara út í það mikið en sko þannig að hann virðist vera að sko keyra áfram svona hans stjórnmála stíll er bara svona karlaveldis stíll, sko patrimonial rule eins og þau segja á ensku þar sem að bara karlarnir ráða og konurnar þurfa að fara á bakvið eldavélina og minnihlutahópar þurfa bara að víkja fyrir svo að maðurinn komist áfram hinn sterki. Þessir útföldu og þessir sem eru með, já, ég menna þeir sem eru bara ríkir og eru með tengsl, þannig að þeir ráða og á þessari vegferð þá sér hann fyrir sér sko bæði að hérna fara út í landvinninga og svo að hefja að sko vernda bandarískan iðnað gegn samkeppni utanlands frá og setja á tolla og þá að innheimta skatta eða tolla af innfluttri vöru og ætlar sér þá að bæta hag ríkisins, bandaríska ríkisins með því. En þetta vitum við að næstu því eins og að við vitum að sólin kemur upp á morgnana og sest á kvöldin sko að þetta mun ekki ganga vel hjá honum þetta mun leiða til þess sko það er tvennt sem að gerast, það er annars verið að krukka í hinnu opinbera og draga úr valdi náttúrulega ríkisstarfsmanna, hann er búin að segja upp nú þegar hátt að 200.000 manns hann er búin að segja upp og ég segi hann, ég meina hans fólk búin að segja upp samningum við verktaka, hann er búin að segja upp rannsóknar, draga tilbaka rannsóknarstyrki, þróunarstyrki sem gerir það verkum að fólk sem er háð þessum styrkjum og fyrirtæki sem er háð þessum styrkjum geta ekki staðið við skuldbindingar sínar, fólk mun fara á atvinnuleysispætur, það mun gera það verkum að fjárlagagatið mun ekki kannski endilega vengast eins og hann vonast til og fyrir utan alltaf tollarnir mun bara skila sér á hálfu leiti því að hann skattleggur leið sitt eigið fólk að því að varan mun hækka í verði minni samkeppni og varan mun hækka í verði og það kendur undir verðbólgu. Nú hvað sem að hverju líður, hvort að hann hefur áhuga á því að taka og draga draga tilbaka sjálfstæði Seðlabankans og setja inn sitt fólk þar, alveg sama hvað Seðlabankinn gerir. Vextir munu alltaf hækka og svara þessu tjóni sem að fjármagnseigendur eru að verða fyrir þegar að verðbólga kviknar. Býtu þannig að þú trúir
því að þegar þú segir skuldabréfamarkaðurinn, er það sama á hlutabréfamarkaðurinn? Nei, það eru 2 markaðir. Já. Og leið og vextirnir hækka, þá lækka hlutabréfamarkaðir. Og það sem hann gerir er og ég ætla að fara í sögulega skýringu af hverju þetta stenst, að mínu viti, að leið og hann er komin í þessa stöðu að fjármálagsopinbera er í verri stöðu, ríkið mun þurfa að fjármagna sér með meiri hætti eða auka fjármagnun sem þýðir að vextir mun að hækka ennþá meira því að ríkið er að fara inn á markaðinn sem að verður ennþá verra fyrir hann að ná nú endum saman í ríkisbutunni og nú er hann líka sem sagt að fara gegn vísindasamfélaginu og hann er að fara gegn dómurum og dómskerfinu og það er no-no þú ferð ekki þangað eða þú ætlar að hafa skuldabréfa fjárfesta á þinni hlið þess að fjármagna allt sem hann hefur ambísjonu til að gera. Leið og menn eru farnir að sko efast það að kröfuréttinu sé gildi að þá munu þeir draga fjármagn frá Bandaríkjunum. Hætta að fjárfesta eða að hætta að kaupa ríkisskuldabréf bandaríska ríkisins vegna þess að leið og fann að ganga á móti dómurum að þá ertu farin að ganga gegn kröfuréttindunum og þá eru kröfuréttindin komin í uppnám. Og þetta sko mun leiða til þess að dollarinn mun þá gefa eftir, verð mun hækka ennþá meira og þá þýðir það að það eru þarna töluvert margir í þingi, sko Bandaríkjaforseti, hann situr í skjóli þingsins. Og það er bara næfur þunnur meirihluti þingmanna. Svo að leið og vextir hækka þá fara eignaverð að fara niður og þetta fólk sem styður hann, fólki sem hann er að berjast fyrir, sem á að hafa valdið, verður ekki lengur með sama vald því að auður þeirra mun minnka og þá mun umboð hans rýrna og þingmennir hljóta að verða undir þeirri kröfu í sínum kjördæmum að endurskoða stuðning þeirra við forsetan. Ef það verður ekki bara, aðrir sem komast til valda í þinginu, í það minnsta, og svo spilast náttúrulega inn, sko, hvernig bregst herinn við. Hermenn í Bandaríkjunum sverja eið gagnvart stjórnarskráni. Þeir eru ekki með hollustu gagnvart forsetanum. Það er eitt. Annað sem má nefna, sko, að hann er náttúrulega ítrekkað að brjóta lögin, hann er að setja á tolla án þess að hafa lagalegt umboð til þess og fullt af öðrum ákvörðunum sem hann hefur sett fram sem ekki eiga sér stóð í lögum og jafnvel þó að menn telja að alþjóðasamfélagið hafi ekki neinn vopn eða hafi ekki, það sé ekki hægt að láta alþjóðalögin ná fram að ganga, þá er það nú ekki alveg rétt vegna þess að alþjóðasamfélagið hefur rétt á því að bregðast við í viðskiptalegu tilliti og það er tækið, viðskiptaþvinganir er tækið sem alþjóðasamfélagið hefur til þess að reyna að skakka leikinn innan viðkomandi ríkis þar sem að lögbrot eiga sér stað og þar sem að valdhafar fara gegn alþjóðalögun. Það eru lögleg. Það eru löglegar aðgerðir og mótvæðis aðgerðir, hvað heitir ekki bara andofs aðgerðir. En sýnist þér þetta verið í gangi eða byrjað, heldur að það sé líkur á að þessu vopnum verði beitt? Já, það er klart mál. Ég meina, Kínverjar eru þegar búin að segja, við munum mæta hvaða stríði sem Donald Trump vill byrja og vinna því alveg til enda. Hvort sem það er viðskiptastríð eða annars konar stríð, sögðu þeir bara hreinlega. Þannig að þeir hækkuðu tollarinn sína og þá beita þeir ekkert sko einhverju haglabyssu aðferð. Þeir sko eru með targeteraðar aðgerðir og það gerir Evrópa líka. Þannig að þeir fara beint í þau kjördæmi þar sem að hann nýtur með stuðnings, þar sem að fólk mun finna fyrir því í sínum lífskjörum sem eru þau alltaf þegar fannir að vinna fyrir. En hvað það með ógnina eins og bara að þetta sé ekki bara hafi átt sér stað samþjöppun, auðseldur líka samþjöppun valds eins og til dæmis þegar að tala Musk og þessa auðjöfra sem að sé þá kannski bara með einhvern annan leik skilur sem bara til hliðar við forsetavaldið. Ég meina Musk hann sækir vald sitt í hvað? Auð sinn, ekki satt? Og þess að hann hefur beint samband við sko milljónir manna í gegnum X, heitir það.
og núna það þannig sko að hann á markaðinum, hann ánáttúrulega fleiri fyrirtæki en eitt, en hann á markaðinum svo Starlink þar sem er hérna gervihnata þjónusta og svo hann með Tesla og hérna rafmagnsbíla markaðurinn, hann að vaksa 80%. Tesla að minnka 40%. Þetta gengur ekki upp í honum. Þá mun alltaf hans sko verði lækka og hans púl þannig minnka. Og svo hann alltaf bara líka í bullandi sko já, ég skal ekki segja, en allavega að þá á maður vona því að maður langar svolítið að heyra enda í hverju bullandi afneitun eða bullandi já, hann alltaf ykkur ruglunni sko, við skulum hérna reyna að vera faglegar en sko þannig að hann auðvitað ekki kosin, hann þetta ráðgjafi og hann komin inn í allskyns gögn og fleira og hans fólk sem að ég held að eigi eftir að sjást að standist ekki lög og menn hafi almennt áhuga á því sko í Bandaríkjunum held ég að halda upp í lög og reglu og nú til dæmi sko lögmannafélagið og The American Bar Association að setja fram mjög harðóta svona yfirlýsingar og kalla bara fram í rauninni kalla fram viðbrögð að fólk tali og setji ekki þegjandi og aðgerðalaust, því að það þá sem að slæmir hlutir gerast þegar að gott fólk gerir ekki neitt, sinnir ekki þessi þegnskyldu sem þú talaður eins og maður sé. Nei, en maður bara hugsaði einmitt þegnskilduna og hérna hjá öllum hinum það náttúrulega, við höfum séð gegnum söguna það mynda stundum einhvers konar svona lamandi ástand, þar sem að óttin eiginlega fyrir að verður þessari þegnskildu yfirsterkari og mann upplifa að stríðsókunin og hótunin bara verði sterkara vopn heldur en lagaraminn og þetta sem lagalega hægt að gera. Já. Og þess vegna ákveðin svona finnst manni ótti og vonleysi eða gagvart í þessir óvissu í þessum trumpisma og hvað hann markviss einmitt að það ekki bara Trump sjálfur sem eitthvað vaknar eitt daginn í vonduskapi. Það mjög ískikilegt og að sjá hversu markviss þetta og hversu þetta kalkulerað og þau gangar hreint til verk sko, þannig að það er en ég held að sko við megum ekki missa móðin kerfin eru dýnamísk þau bregðast við þau hafa tilhneigingu til þess að viðhalda sér og við þurfum líka að muna það að sko stjórnmálamenn þó þeir reki smiðsökið og breytingar í samfélagi þá eru það ekki þeir sem breyta samfélagum. Hverju breyta samfélagum? Það grasrótin og það eru hreyfingar, það eru aktivistar sem breyta samfélagum. Ég meina það var Civil Rights Movement sem breytti Bandaríkjunum, það kvennarhreyfingin sem breytti Vesturlöndum og svo mætti lengi telja. Þannig náum við framþróun. Það þá skuldabréfamarkaðurinn og grasrótin sem var í sammenningu einhvern veginn? Nákvæmlega. Og fjármagnið. Og við skulum ekki gleyma því sko að viðskiptajöfnuður ríkir á milli Bandaríkjanna og Evrópu. Bandaríkjamenn þeir selja meira vörum til Evrópu heldur en Evrópa selja til þeirra en Evrópa sendir þeim meira fjármagn. Þannig að vöruskiptur með jöfnurinn neikvæður en jákvæður gagvart Bandaríkjanna gagvart Evrópu en viðskiptajöfnuðurinn flatur kemur á jöfnu og það $800 miljardar sem að evróskir fjárfestar senda til Bandaríkjanna á hverju einasta ári og ef að sko eins og ég segi sko maður getur sér til það að undir þessum kringumstæðum muni Trump sko jafnvel segja við höfum ekki efni á því að borga þessi skuldabréf sko og þetta hvað sem allt saman í eigu Kínverja, við ætlum ekki að greiða að þá bara komið afar alvarlegt ástand ekki það sé ekki nógu alvarlegt fyrir en ég ætla að segja það líka af hverju get ég sagt þetta vegna þess að þetta hefur bara gerst í sögunni í kringum þrælastríðið vorum við búin að tala um það að sko þrælastríðið háð líka efnahagslegt stríð í rauninni í okkar huga hagfræðinga og fjármálafræðinga það kann að vera mannréttinda bara í hugum margra auðvitað samtvinnaðist þetta eins og við byrjuðum á að segja en á þeim tíma voru Suðurríkjamenn með þessi ótrúlegu gæði að vera bara með ókeypis vinnuafl fyrir utan það kostnað sem að fór í að fæða og klæða
og en norðanríkjamenn vildu náttúrulega á þessum tíma komast í þá stöðu að byggja upp eða fara inn í iðnbyltingarna sjálfir og byggja upp framleiðslu og þeir sjá að þetta vinnuafl þarna ókeypis fyrir sunnan og þeir ná ekki í það til þess að halda á sínum viðskiptum gangandi. Þannig að þeir sjá það að það er verðt að styðja við þessa mannréttindabaráttu að frelsa þrælana. Og það verður þessi konfrontasjón milli Suðurríkjanna og Norðurríkjanna og það sem að fyrst til að byrja með þá voru Suðurríkjamenn með yfirhöndina, hvers vegna? Þeir voru auðugir, þeir voru með bómullin, þeir voru að framleiða bómullin fyrir vinnuafl sem kostaði þeim þá lítið. Og þeir voru í því að fóðra innbyltingunni í Evrópu, í Bretlandi og vefnaðvöru framleiðsluna þar. Þannig að þeir gátu gefið út skuldabréf sem voru sem sagt, bökkuð upp af verðmæti bómullsins og þau voru vinsæl af því það var trygging á bakvið skuldabréfin. Önnur heldur bara ég lofa að borga og Suðurríkin sem var í stríði. Þannig að það var svona raun hagkerfis trygging. Svo gerist það að Norðurríkjamenn átt að sjá þessu að þarna liggur hundurinn þarna liggja styrkleikar Suðurríkjanna. Þeir blokkera gullnu ströndina, blokkera flutningsleiðir frá Suðurríkjunum til Bretlands sem gerir það verkum að bómullin kemst ekki til Bretlands frá Bandaríkjunum. Og þetta dýnamist kerfi, þannig að Bretar fara ekki að slökkva á vélunum hjá sér, heldur fara að eiga viðskipti Indverja og Kínverja bómull. Sem gerir það verkum að bómullin flæðir yfir Evrópu. Og hvað gerist þegar of mikið af vöru sem kemur inn á markað skyndilega? Verðið fellur. Og hvað gerist fyrir skuldabréfamarkaðin í Suðurríkjanum? Verðið fellur. Menn treystu ekki lengur þessum skuldabréfum og hættu að kaupa þau og Suðurríkjamenn höfðu þar lendi ekki fjármagn til þess að halda stríðsreiknum áfram og töpuðu stríðinu. Þannig að þú ert bara með svona matador bara að það sé einhver svona fjármálaleg flétta sem að muni kannski bara á endanum bjarga okkur. Þetta ekki flétta, þetta bara lögmál virkni. Já. Svona bara virkar efnahagskerfið og fjármagnsflæði og þau geta verið gagnleg og ekki svo gagnleg. En náttúrulega svo eru margir hagfræðingar ekki eins og Karl Marx sem reyndi að lýsa því hvernig einmitt þetta kerfi myndi bara falla á sjálfu sér einhvern veginn og hvernig fjármála og margir hagfræðingar en ekki síðan alltaf eitthvað svona óvænt ekki alltaf eitthvað þetta ófyrirsíða fjármálalega þá líka eða eitthvað annað en fjármálalegt sem að geti komið í veg fyrir þessa sýn, ég meina Já, þessi lögmál, það náttúrulega einhver önnu lögmál þá í gangi. Já, ég sé það nú ekki. Nei, ég get heldur ekki alveg svarað. En getur þú svarað mér getur þú útskýrt eitt fyrir okkur, það þú talar kröfuréttin. Já. Getur þú aðeins útskýrt hvernig hann eiginlega skiptir máli í dag? Hvernig hann Já, ég get gert það. Ef að það ljóst að menn kaupa skuldabréf og þeir flokka það eftir líkum á því að peningandi skili sér með höfustólu vöxtum. Og við erum með lánshæfis möt, og lánshæfis fyrirtæki sem við höfum náttúrulega góða reynslu af. Ef allt væri eðlilegt og það væri í rauninni sem sagt, hvað ég segja, ef eitthvað kemur veg fyrir það þá er það náttúrulega meðvirkni, viðskipta lífsins hugsanlega. En ég held að það er þetta stóla á það í einhver tíma en ekki að eilífu. En ef maður horfir á til dæmis hvað fyrrum starfsmenn Standard & Poor's segja ef að hann væri ekki svona ódreiknulegur forsetinn og mennur beinlega hræddir að verða fyrir árásum af hendi hans eða hans fólks að þá væru lánshæfismat bandaríska ríkisins þegar komið neðar. En ég held að þeir haldið niður í sig andanum og svona vil ég sjá hvernig þetta fer.
en leið og sko, þannig að þú kaupir skuldabréf út frá svona áhættinu sem fylgir því, út frá því hversu líklegur þessi skuldari til þess að greiða tilbaka og hvað grunnur liggur þar að baki, hvernig fyrirtæki hjá viðkomandi, hvernig hagnaðurinn hjá þeim, hvernig þróast salan og hvað annars konar fjármögnun hjá þeim. Þannig að eftir þessu öllu flokkar þessa og svo þetta eftir því sem að aðilin ólíklegri til þess að það svona ákveðan áhætta að þá hækkar ávöxtunin og þú krefst þess að hafa hærri vexti og þess vegna segi að nú þegar skuldabréfamarkaðurinn og ríkisskuldabréfin farin að hækka. Þannig að en ef að við getum ekki stólað að það að ég geti sótt kröfurnar mínar, þar að segja að ég geti sótt veðin gengið að fyrirtækinu. Það að segja ef ég legg fram heyrðu, ég búin að gefa ég búin að kaupa $100 million skuldabréf þessu félagi og dómarinn sem að tekur málið fyrir hann segir bara já, nei, þessi skuldari þarf ekki að borga. Hann vinur forsetans og bara hann mun ekki þurfa að borga. Þá kröfurétturinn ekki virtur og þá fara menn ekki með fjármagn aftur í þann farveg, þá fara þær annað. Já, en þú náttúrulega varst skoðaði mikið spillingu eftir hrun á Íslandi og það lítur einmitt að vera svona þessi öfl sem að breyta myndinni, það einhver kröfuréttur, það eru lög og regla en svo einhver svið sem að bara fara á svið við það. Hvernig finnst þér, má bara spyrja nú ekki langa kannski tíma eftir en getur sagt þessum svona lögmálum sem varst að lýsa hvað með Ísland og hvernig kemur Úkraína og auðlindirnar og Grænlandin í þetta eru kannski heldur stór spurning en svona, sérðu þetta í þessari hvernig fléttast spillingin inn í svona sögu? Já, þessi bara hvað getur við byrjum bara á Íslandi hvaða kannski kröfurétt eða hvaða rétt höfum við gagvart eða hvað getum við gert? Já, sko við erum náttúrulega með mjög stórt lífeyriskerfi lífeyrissjóðskerfi. Við erum í rauninni nettó lánveitendur í dag. Við höfum sparað frábært kerfi og við sjóðstjórar lífeyrissjóðana verða að meta það hvort að þeir treysta þessu kerfi fyrir vestan eins og allir aðrir evróskir sjóðstjórar og lífeyrissjóður muni þurfa að gera. Og þá spurningin sérstaklega ef atvinnuuppbygging í gangi varandi hernaðar eða varnir í Evrópu sem þá varin af ríkjónum, þjóðríkjónum. Þá það bara öruggari höfn að fara í heldur en að halda áfram að fjármagna atvinnustarfsemi í Bandaríkjunum og það okkar svar. Okkar svarið, já. Þannig að við þurfum ekki... Þá erum við bara ein af þessum, við erum fjármagnseigendur og við þurfum að meta það eins og allir aðrir hvort að okkur óhætt að treysta bandaríkjamönnum og treysta bandarísku réttarkerfi fyrir fjármönnum okkar. En þetta ekki svolítið svona þú veist eins og bara mér verður stundu dottið til hugar að vera með eitthvað andofgagvart kannski bankanum sem ég í og þú veist, ef mér finnst hann vera eitthvað haga sér ekki nógu vel og ætla að draga mín viðskipti frá bankanum en þú veist að hugsa maður nú ekki með mjög svona mikil viðskipti þannig að kannski mun ekkit hafa neinn áhrif. Já, menn íslenski lífeyrissjóður svo litlir en sko samanlagt þetta mikið. Það samanlagt þetta bara viðskipta jöfnuður milli Bandaríkja og Evrópu mun verða sko að halla. Já, þannig að Íslendingar verða á einhvern hátt á að vera samferða kannski öðrum þjóðum í Evrópu í svona aðgerðum eða hvað? Já, sko ég segi þetta hinn hulda hönd frjáls markaðar mun bara leiða til þess að allir þurfa að meta áhættu stigið upp á nýju og miða við það sem við höfum séð og það það í rauninni hvað ég segja silfurlínan eins og við kalla það í Ameríku, silver lining á þessar hrikalega viðtali sem við urðum öll vitni að. Þannig að bæði erum við með referenspunkt í söguna í alræðisvald sem var náttúrulega beitt af mikilli hörku í Evrópu. Þannig að við erum með það í huga og svo erum við, það blandast engum hugur í dag hvernig menn þetta eru sem eru búin að ná tökum á ríkisvaldinu í Bandaríkjunum.
Þannig að þú veist, það er sjá það allir. Þannig að við þurfum ekki að vera lengur við meðvirkni eins og tala. Nei, við þurfum ekki að rífast það lengur, hvort hann svona hinsinn, nei, það alveg ljóst. Það komið á hreint, og þá kannski það sterkari, jafnvel, sterkara vopn sem við höfum heldur en jafnvel, við þurfum kannski ekki að hugsa einmitt stofna íslenskan her eða taka þátt í hernaði. Það svo aftur annar mál. Ég held að við getum ekki, við þurfum auðvitað að hugsa ýmislegt upp á nýtt, líka bara til þess að lenda ekki í þessari stöðu. Og ég svo sem bara vísa á annan sérfræðing, varðandi varnarmál og kollegi með Bjarni Már Magnússon hefur gengið fram að miklu, vil ég segja, já, bara fagmennsku, þar sem hann listar upp bara lagalegar ástæði fyrir því akkur við þurfum að íhuga það að leggja meiri resursa í þessi mál núna og framvegis. Er það hann sem að stakka upp á því að við myndum stofna okkar eigin her? Já, það er styrkja varnirnar og skilja milli hernaðlega skyldu og borgarlega skyldu borgarlega stofnana. Því að annað bara í rauninni að mér skilst brota á alþjóðalögum. Ef við setjum borgara í stöðu þar sem hernaðar, mótaðilinn telur úr sitt hermaður en þú ert borgari og þá ertu farin að ganga á mannréttindi viðkomandi borgara og það gengur ekki. En svona áður en að því kemur þá þínum að þið getum við treyst þessari huldu hönd markaðarins. Hún virkar. Ég segi fyrir mig, mér finnst mjög erfitt að treysta þessari huldu hönd markaðarins, bara af einhvern veginn, ég veit ekki út af hverju, en það er mjög hressandi samt að heyra þig lýsa hún sé á einhvern hátt okkur og bara mannréttindum. Hún verðist ekki vera mannréttindalega sinnuð endilega þessi hulda hönd en þú ert eiginlega lýsir því að þrælahalda hefur verið lagt af eiginlega vegna þess að það var ekki nógu arðbært, þannig að það bara kannski vill svo til að þessi hulda hönd reynist oft vera hliðþótt mannréttindum bara. Ég sagði ekki að þrælahalda hafi verið lagt niður að þau var ekki arðbært. Það er einn ástæðan. En það var vegna þess að það var samkeppni vinnuaflið og það er hulda hönd. Sem er að verki. En mundu líka Adam Smith talaði ekki bara hérna höldu hönd, hann sagði líka að fyrirtækin hefðu tilhneigingu til þess og auðjöfur hefðu tilhneigingu til þess að vera í spiltir, að vera í samráði og það þyrfti að tryggja það að markaðurinn og samkeppnin næði fram að ganga til þess að hinn hulda hönd næði fram betri lífskjörum fyrir alla. Það hitt bara laissez-faire, láta huldu höndina. En það er hættulegt. Já, en með huldu höndinni þarf þá allar hinnar hendurnar, hvað er það ekki? Við þurfum að leggja hönd á plóg. Við þurfum að leggja hönd á plóg og við þurfum að meta áhættu og vera vakandi og taka þessu alvarlega vegna þess að það er bara full ástand, ég meina það, ég þarf ekki að segja það. Það er bara mjög alvarlegt ástand. Og núna eru allir samstiltir í hvers slags fyrirbæri þetta er og þá eigum við að geta átt okkur á því hvað við þurfum að gera til þess að verja okkur gegn því. Þeim já, verja okkur fyrir slæmri útkomu úr þessu. Guðrún Jónsson, hagfræðingur og deildarforstjóri viðskiptadeildar Háskólans Bifröst. Kæra þakki fyrir að koma að rauðaborðinu og tala hagfræði og eiginlega setja þessar efnahagsvendingar í Bandaríkjunum í samhengi fyrir okkur. Sögulegt samhengi og samtíma samhengi fyrir Ísland líka. Ég er ljúft svo skipt, takk fyrir mig. Það var mjög gaman að fara í svona kennslustund í hagfræði. Ég vona hlustendur og áhorfendur hafi líka haft gagn og gaman að og við höldum áfram í þessum litla heimaskóla við rauðaborðið eftir smástund. Ég heiti Oddný Eir og ég þakka Pétri Fjallstöð fyrir að senda samræðana yfir til ykkar. Takk. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki borgar- og bæjarstofnana með 50 starfsmenn eða fleiri. Í fyrsta sæti Hitthúsið, í öðru sæti leikskólinn Rauðhóll og í þriðja sæti Háteigsskóli. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu.